Þetta er bara Tímavarp með Tóna og Tótó. Velkomin í þennan síðasta nóvember þátt. Það er rétt. Af tímavarpi. Eftir þennan þátt þá eru 2 þættir eftir af árinu. 3 þættir, raun og veru. 3 þættir. Já. Einn er live. Já. Við viljum minna það að við erum með live show. Já. Í Tjarnarbíói 21. Desember. Mikið rétt. Þar sem við munum taka fyrir árið 2025. Og eitthvað smá svona surprise. Já, þetta verður ekki bara vel við þáttir. Nei, það verður smá. Þetta verður juicy. Já. Juicy hluti. Kaupa miða. Og bara eins og það nefndu síðast, og þetta er ekki hótun. Nei, smá smá hótun. En bara taka fram að við erum ekki búin að ákveða yfir höfu hvort við ætlum að taka hann upp. Nei. Og ef við tökum hann upp, hvort við ætlum að gefa hann út, og ef við gefum hann út, hvenær. Þannig að ég ekki vera bara, ég hlusta á hann eitthvað, við veitum ekkert hvort að. Já. Getur verið að gerist eitthvað vandrarlegt og viljum aldrei þetta lítið dagsins ljós. Nákvæmlega, mjög líklegast. Það sem er að gerast. Komnir jólabjórinn og eitthvað. Já, nákvæmlega, við viljum segja hlutina sem aðrir þora ekki að segja. Störtum ykkur bífum og Já, það verður hreina yfir öll hlöðurfinn. Og enginn veit hvað við erum að tala um því að ég man engin nöfn og það sem er 2 gaurum Já, það eitthvað 2 gaur að tala eitthvað mjög frumlegt og skemmtilegt. En svo er næsti þáttur sem er ár, við skulum ekki segja hvað ár það er sagt. Leyndó. Og svo síðasti þáttur ársins sem er ekki live verður svona deep dive íslensk jól. Nákvæmlega. Þannig að endilega sendið á okkur annarkvort á Instagram eða TikTok eða tímavarp@gmail.com. Það er svona hvað þið elskir íslensk jól eða jafnvel hatið, þú veist, og eitthvað sem ykkur finnst svona essential íslenskt. Er eitthvað sem við saknið? Eitthvað sem við saknið. Sem var, bara þetta voru jólin. Já, nákvæmlega, eitthvað svona. En er ekki lengur. Já. Eitthvað sem þið viljið. Það voru bara appelsínur á jólunum. Já, jólur, appelsínur, allt árið í kring. Þetta er bara rugl. Er það búin að sjá, í ár verða ekki Robin mandarínur. Það er rétt. Það er út af einhverjum skógareldum eða flóðum. Já, Valensíu. Já. Það er bara svoleiðis maður. Nattræn hlýnun. Já. En það er til þess að við fáum ekki mandarínur. Já, það er fyrst og fremst. Það er engin jól í ár. Nei. Nema að við getum bjarga kannski, við lofum einhver, en kannski að við mætum hressir frá Valensíu með Robin mandarínur. Veistu hvað við ætlum að vera? Við ætlum að vera brandarínur. Við ætlum að vera það er brandarínur. Vá, af hverju erum við búin að gefa plagandi? Þetta er að fara á. Þetta hefði þetta verið að nafnið á sjóinu. Já, brandarínur. Er á seint að geta sett meila á Tjarnarbíó? Það er næsta ár, ef við gerum þetta þá. Það er brandarínur. En þannig að og eftir það að þá förum við í svona jólafrí sem er samt líka til þess að gefa fólki pínu tíma til þess að catch up og hlusta á alla þættina og svona. Þið hafa jólin til þess. Já, svo mætum við hressir bara í byrjun janúar eitthvað tíma. Já, ég liggi upp í sófa með teppi og hlusta á tímar og ef við erum búin að hlusta áður, hlusta aftur. Já, mannstu þegar hann sagði þetta. Það er endilega og líka það er alltaf frábært í jólagjöf að gefa fólki, þú veist, þú getur gefið þeim eitthvað og svo svona í merkismiðanskjöf, þú veist, frá þessum til hérna og svo eitthvað PS, hlusta á tímavarp og það er jólagjöfin, það er alvöru gjöfin sko. Það er gjöfin sem gefur að eilífi. Nákvæmlega, kostar ekki neitt. Þú ert bara að gefa bara hugmyndina, bara konseptið. Konseptið er að hlusta á. Komdu þessu inn í lífið. Já. Og við hvetjum til þess. Já, alltaf klárlega. En árið í ár er 1987. Þá varst þú 4 ára gamall. Já. Sofandi í bílstólnum aftur í. Já. Ég var að byrsta mynda mér á samfélagsmiðlum sem að, bróður minn sendi mér hann fann hann einhvers staðar að því ég var nýbúin að senda mynda syni mínum steinsofandi í aftursætinu í bílstólnum sínum. Og þessi, það var svona frekar svipumynd þetta var, hefði ég ekki vitað betur þá hefði ég haldið þetta væri stilt upp til þess að endurgera myndir af því þetta var bara nákvæmlega eins sami
meðvitundarlausi svipur bara gætir ekki verið meira sofandi. Einu munur var að hann var með sólgleru en annars var það bara nákvæmlega eins. Svo svipaðar húur og allt. Já. Það greinilega í genunum að vilja taka góða lúr, taka kríu. Það svolítið gott að taka smá lúr og sérstaklega í bíl, sko. Já. Þannig að ég á erfitt með að vera vakandi í bíl. Já, bara við stýrið allt bara þú. Það skárra að vera að keyra. Ég sofna ekki þá, sko. En ef ég farþegi í bíl bara, og ef það smá hiti í gangi eða eitthvað, þá ég dett út strax, sko. Og ég hef alveg sofnað í rútunni með fullan bíla. Ég ætlaði að spyrja. Ég stundum hrjótandi þannig fram í. Já. Og hrýtur þú ekki lágt? Þetta var erfiðara fyrst því ég var alltaf svona dettur svona aðeins út. Sérstaklega á löngum túrum, 15 tíma túr. Einmitt. Þetta sofna maður í 10 mínútur eða eitthvað. Já. En ég var alltaf vakna svona og var alltaf að horfa kringum mig og býta svona væri allir að stara á mig bara, hvað þarf þú ekki að fæta til læknis? Eða jafnvel bara núna hringja sjúkrabíla eða eitthvað skilur. En ég var alltaf, það er enginn eitthvað hlæjandi að mér eða bendandi á mig eða eitthvað. Ég veit ekki hvort ég hrýti ef ég er sitjandi í sitjandi stöðu, sko. Eða þau heldur bara að það væri eldgos í gangi. Allir mjög spendi. Hvað? Nei, þetta er bara leysum maðurinn. Að rótaður fram í. En eins og það, 1987. Og þar varst þú 4 ára gamall. Einn af 245.859 einstaklingum sem skrásettir voru á Íslandi á Fróni. Og talið að fjöldi manna á jörðinni hafi náð 5 milljörðum 11. júní það árið. Það er svoleiðis. Já, 5 milljörð, við erum ekkert langt frá því að tvöfalda það, sko. Nei, það er, Þannig að þetta er fljótt að gerast. Ég man hvað var miklu meira pláss. Já. Það var miklu meira pláss á þessum tíma. Maður gæti alveg snúa sér í hringi og... Þú gæst sofið hvar sem er. Já. Bara út höndunum allstæðar og svona. Það var svo mikið pláss. Já, ég meina við erum heldur ekkert langt frá að tvöfalda bara á Íslandi. Akkurat. Þú veist, þetta er tæp 250.000. Og við erum að detti í 400, það verðum ekki þegar. Og þetta er fljótt að gerast. Og samkvæmt verðlagsreikning við Hagstofunnar voru 1000 íslenskar krónur í dag 132 krónur þá. Þannig að þetta er svona tífalt svona, samkvæmt á pappír. En alltaf aðra hluti sem að. En talandi peninga, 50 krónuna mynd með mynd af bogakrabba var sett í umferð á Íslandi og á sama tíma hægt prentun á 50 krónu seðlunum. Já, það gerist bara því ég er 4 ára gamall. Já, en seðlunum voru þó ekki innkallaða strax og fengu myndin og seðlinn að lifa í sátt og samlyndi í smá tíma. Manstu eftir seðlunum? Nei, ég er nefnilega, þú veist, ég hef séð hann en ég man ekki eftir að handleiki slíkan. Nei, eina sem ég hef var 100 krónu seðl. Já. Og ég man græni góði. Já, græni. Ég var bara á leikskólaaldri þegar þetta var 17. júní. Ég man þetta svo vel, sko. Við sátum, vorum að horfa, ég var í gallajakka. Og ég fer svona í vasan, ég veit ekki hvernig að komst þarna inn, og ég var bara, hvað er þetta? Það, já, þú veist, og þá þarna liðinu kannski, næstu 10 ár síðan þarna fyrir mér, þú veist, lítið krakki, ég var bara, 100 kall í seðli? What's going on? What's going on in the brain house? En myndin, 50 krónu myndin, var hönnuð af Þresti Magnúsinni, teiknara, sem hannaði hinnar myndirnar, og þyngd hennar getur þú giskað? Einar 50 krónur í járni? 50 grömm. 50 grömm? 8,25 grömm. Og slegin úr gulleitri eirblöndu. Slegin úr gulleitri eirblöndu. Gulleitri? Já, eða gulleitri? Gulleitri? Hvað er mörg ell? Eru 3 ell? Það úr gulleitri eirblöndu. Ég klippi þetta út. Nei, þú klippir þetta ekki út. Ég ætla að minnast á þetta 50 sinnum svo þurfa að halda sinni.
En já, þarna vorum við að færa okkur yfir í klinkið. Sko, eitt krabbapening. Maður var alltaf að byggja, maður var eitt krabbapening. Já, þess að því, náttúrulega það sem að yngri hlustundum kannski, ég veit ekki, á þeim tíma gastu fengið eitthvað fyrir krabba. Já. Í dag það, sko, hvað færið fyrir 50 krónur? Ekki neitt. Nei, þú veist í alveg, þú keiftir blandi póka fyrir 100 kall. Já. Það var stútfullu græðpóki. Já. Og þetta var bara... Góður fyrir alla helgina. Já. Það ekki lengur. En hérna, ég talandi ég sagði þetta byrjun á klinkinu. Klink hlýtur það að vera tiltöðan svona tildu ef þú hugsar, við þurfum að gera Þetta hljómar ekki sem gamaldags orð, sko. Nei. Þetta hefur verið slangur einhvern tíma, sko, klinkið. Hvað er klinkið, maður? Hvað er klinkið? það hlýtur að vera eitthvað svona úlinga og ungmenna þáttur á gufunni eða rástöðu eða klinkið, það fylgir klinkið. Það er komin í klinkið. Þeir eru hérna á klinkið. Það eru engin Haukur Mortens hér er bara að spila Billy Idol í klinkinu. En talandi útvarp og sjónvarp og allt það. Já. 1987 gerist það að RÚV hóf sjónvarpsútsendingar á 50 dögum. Já. 1. október 1987 í tíma fyrir Spooktober. Það er spurning hvort það hafi verið ástæðar. Já. En samanlagður útsendingatími RÚV var á þeim tíma þegar þetta byrjar, fyrir 50 daginn, 44,5 klukkutími á viku. En stöð 2 sem hafði sendt á 50 frá stofnun stöðurnar gortaði sig að því að hafa sendt út 76 klukkustundir yfir vikuna. Þeir eru svo miklu rebels. Þeir eru rebels, sko. En þannig að þetta er... Það er ekkert frí á 50 dögum í okkur. Það er... Ef við ættum að gera svona heimildamynd eða podcast eða whatever stöð 2, ekkert frí á 50 dögum. Nákvæmlega. Við erum hugmyndar sem við fáum hérna í þessum þáttum, sko. Við þurfum að hringa í sín og vera eitthvað við erum komin lausn á ykkar fjárhagsvandamál. Já, þannig að þetta er svona upphafið af stóra sjónvarps kapphlaupinu á Íslandi. Já. Og ég get sagt þetta, ég veit hvað þú ert að hugsa, ég veit hvað hlustunarnir hugsa. Hvað var í dagskrá fyrsta 50 daginn, 1. október? Og þá get ég sagt þér Cosby. Nei, ekki svo gott. Dagskráin hófst klukkan 17 og hófst á Gretti eða Garfield og öðru skrýbó. Svo ritmálsfréttir, Austurbæingar eða East Enders, Kastljós, Matlock og heimildamyndin Í skuggasjá fokið í flest skjól. Gæti eitthvað verið meira RÚV. Já, þetta var rúflegast allra tíma. Mjög alvarlega og þunglislega við skulum ekkert fara við það, en þetta er rúflegast að nafn. En já, líka klassíst, það var Matlock, sko. Heldur betur. Já. Það var engin 50 dagar. Það er 50 dagar á Matlocks. Manstu eftir húlumhæðin í kringum þetta? Manstu eftir, þú veist? Nei, ég er 4 ára gamall. Já, en það var aldrei eitthvað svona, þú manstu ekki eftir að amma og afi, jafnvel, mamma og pabbi hafi verið eitthvað svona, skrítið að venjast þessu. Það horfa á sjónvarp á 50 degi. Þú ert að vera réttum. Þetta var bara mamma. Nei, ég er svona, ég er svona rétt mann ekki eftir. Já. Það er allir svona aðeins eldur en ég, já, það var aldrei, þú veist, aldrei 50 og hérna, var ekki 1 mánuður sem var átt. Júlí. Já. Sem sko, og ég man ekki nákvæmlega hvaða ár það er, en það er allavega við höfum fjallað það. Já. Þannig að hvort það var þá 80 og eitthvað. Já. 4 eða, var það ekki bara árið sem þú fættist? Það var 84. 83 er ég fættist ég. Já, nei, sorry, 83, ég ætla að segja En sko, þannig að bókstaflega þá hérna allt mitt lífsingu muna eftir, þá er alltaf bara sjónvarp í gangi. Já. Það var ekkert frí í júní eða á 50 dögum eða eitthvað, bara alltaf að horfa á sjónvarpi. Já, og skrítið sann sko vegna þess að ég elst upp við það að það, þú veist, djókið með eitthvað, gamla þetta, ekkert sjónvarp, það var samt bara
4 árum áður en ég fæði, skilur en í hugan það var það bara fyrir 50, þú veist bara þegar sjónvarpið var í svarthvítu og þú veist en já, það gerðist hana og það sem gerðist líka 1987, get ég sagt þér að Hveragerði fékk kaupstaðaréttindi með það bil 1500 íbúa miðvikudaginn 1. júlí. Það er svoleiðis. Þinn bær, Hveragerði, hann er í hjartaðinu, hann á stað í hjartaðinu. Í bænum máttu finna segjum það Akkur ekki skilur Í bænum á þeim tíma máttu finna öfluga máttarstólpa eins og Eden Tívolíið Blómaborg Hótel Ljósbrá og Hótel Örk Ég man eftir sko þegar ég var úlingur eða sérst í 8. bekk eða eitthvað að þá var stelpa ég ætla að hafa það eins veik og hægt þannig að ég geta að kenna mig Nei, þá var stelpa sem flutti hún var með mér áttum og svo hætti hún til þess að flytti til Hveragerðis hún var mormóni og af einhverjum ástæðum þá bara þaðalí frá tengdi ég Hveragerði við mormón að það var bara svona Júta Ísland það byggjallir mormón ég man ekki svona hvort að hún hafi flutt þú veist, til þess að vera nálægt öðrum mormónu en í huga mínu, þá var það þannig bara hún er mormóni En býttu, var hún alveg íslensk? Já Og fjölskyldan alveg íslensk? Já Bara íslenski mormónar? Já og hún gerði svo gærið frægan seinna ég skal bípa út, þetta já, þannig að ég tengdi það mjög stutt síðan ég hætti að tengja bara Hveragerði mormónu Hvenær fluttum þegar hún var bara úlingur? Já, þetta var í 8. bekk þetta var, 2006 þegar voru margir hormónar þegar voru, hormónir í Hveragerði Við þurfum að hringja í hana og pizza ef þú ætla að skrifa ævi sig hormónar og mormónar eitthvað þegar þú flyttir til hormónar og mormónar flutningum inn til Hveragerði Pizza þetta ég hringi núna Stuttu seinna eða 8. ágúst fekk Mosfellshreppur kaupstaðaréttindi og varð Mosfellsbær Já Íbúar voru 3800 þannig að meira en helmingur fleiri eða 2 fleiri og var hann 10. fjölmennasti bær landsins á eftir Seltjarnarnesi Hétt hann aldrei Mosfellssveit? Nei, Mosfellssveit er sko sveitin í kring, Mosfellsbær er partur af ég fór eiginlega ekki sko Mosfellsbæ þú er með Hveragerði hjartaðinu ég er með Mosfellsbæ í hjartabínu ég á marga góða vinn úr Mosfellsbæ og mikið var fólk í mín lífi í gegnum árin á mánudöfum Miller time sem ég kallar pizzabær og allt frábært fólk æðislegu bær, virkilega æðislegu bær það er mikið stolt og þeir taka ekki vel að þú segir eitthvað ránt eða gagn til dæmis og nú myndi ég aldrei gera þetta vegna þess að ég er fan en til dæmis segir svo að þú myndi gagnrýna Steinda June eða Halldór Laxness eitthvað úr það er ekki tekið vel það er alls ekki tekið vel og þannig ég þori eiginlega ekki að fara nánar en ég held að ég allavega tók við alltaf þannig eins og að Mosfellsbær væri sérst í kringum Mosfellsbæ það var daginn var einn maður í vinnunni hjá mér að segja við allar gætana að þið geti sagt við túristana þegar keyra gennum Mosó að það er einhverju 5 gram í verðluna þú varst búin að segja þetta það var eitthvað svoleiðis mér minnum að það hafi verið 5 gram í verðluna bara í Mosó það geði ekki það er frekar impressive sko. þetta er mjög impressive bæ sko. og þetta er líka ég man ég var mikið þannig á mikið text þegar ég var úlingur átti í kærust úr Mosfellsbæ í 4 ári eða svo og mér fannst þetta svo flottur var líka það bara svona þau voru með tónlistaskóla og þau voru með svona rosa mikið svona samfélagsstarf eða fattar og það var allt til alls og rosa mikið mér fannst það svo flott sko það hefur greinilega skilað sér og það hefur heldur betur skilað sér í 5 grammi einum Nóbelsverðlaunum og FM 957 velur eitthvað fyrir Steinda sleik ásins í tónlistamömbandi en sko ég man að Halli frændi átti heima í Mosfellssveit og það var þú veist að keyra til Halla frænda í Mosó það var ekkert þú veist það tók alveg tíma einmitt ég man við keyrðum upp í sveit þú veist hann átti bara heim út í sveit og bara þú veist
að þetta náttúrulega, þú veist, þetta fyrir þú veist, Bauhaus og þú veist, og hérna allt þetta, þannig að það var alveg bara í ákveðin tíma var bara ekkert, eða þú veist bara að keyra bara fram hjá okkur fjalli og that's it og bara gras og fjall og svo, maður bara og þá var ekki eins og vegur Nei, ég meina, fyrst ég fer í Mosfellsbæ sumarið 2003, get ég sagt þér þá vorum við að fara til Danni frændi, vann í flutturanga og það Mosfellsbæ, sko, það ekki sett hann bjó í húsi, skilur það var ekki einhverju torf en það var samt, þú veist, það var bara eins og keyra út í sveit vegna þess að það var bara í korter eitthvað var ekki shit og svo komst allt inn í einhvern bæ þannig að þetta búið fljótt að gera það voru líka verri vegir og verri bílar þannig að þetta var meira en korter þú varst örugglega í bara 45 mínútur að keyra í Mosó og svo var allt svart hvítt og hérna, þannig að það margt gerst og nú hvað er allir svart hvítir í Mosó? Þannig að það hefur margt gerst í Mosfellsbæ og svona heldur betur Verslunarmiðstöðin Kringlan var opnuð í Reykjavík 13. ágúst en hún var reist þar sem áður hét Kringlumýri 40.000 manns komu þangað fyrsta daginn 40.000 manns í 245.000 mannar þjóðfélagi það rosa fyrsta daginn, ekki fyrstu vikur og fyrsta mann fyrsta daginn þetta fyrsta röðin? Það hlýtur að vera, það ekki? Svona röðin Já, einmitt, hashtag röðin hvort var það var Dunkin frekar Krispy Kreme sem var hashtag röðin en þú veist, það er bara, þetta er búin að gera svo oft og ég hef aldrei tengt jafn lítið við eitthvað á ævi minni einmitt og þú veist, ég ekki að setja út á neina verslanir eða vörur eða neitt eða fólki sem stendur í ég tengi bara ekkert við þetta þú veist, bara myndi ekki nenna þessu og daginn var sem sagt það var allt brjálað og það var bara röð út úr Kringlunni bara langt fram og veistu hvað gískaðu hvað var í gangi? Black Friday Nokko verslun ok og þeir eru með eitthvað dagatal eða eitthvað, þú veist, það var eitthvað málið sem sagt, Nokko dagatal og mér skilst að þá var ég held að vera Nokko, kannski ég var að kolla með það nei, ég held að vera Nokko og þá örugglega með eitthvað svona rare editions í dagatalinu en þetta voru einmitt 40.000 manns í biðröð einmitt, ég tengi núl við þetta og líka bara, þú veist þú getur fara á netið og panta þetta sérstaklega í dag en ég held samt náttúrulega þú veist sérstaklega ef þetta nokkuð náttúrulega ég skil kannski ég meiri skilninga þú veist fyrir úlinga og eitthvað svona já ég menna þetta voru þú varst að trefa tíman og það er ekkert mikið í gangi það er ekki mikið og þetta er bara gott distraction já og líka bara og þetta ekki betur heldur en sé í röð fyrir landa og hass Jú, og ég meina þetta er líka tækifæri til þess að chilla með fellunum og já, ok, þú veist og eitthvað, en ég tengi ekki, þú veist að það fullorðið fólk og nei. Ég reyna að muna sko hvenær ég stóð síðast í ykkur ég held bara síðasta röð sem ég hefði verið bara eitthvað svona skólatengt, eitthvað bara svona ég þurfti að standa í röð ég meina, þú veist eins og, bara, þú veist eitthvað nýr iPhone eða veist, ég veit ekki hvað það þyrst að vera til að ég nei, ég held, kannski svona það næsta sem ég komist sem ekki einu svona nálægt bara fyrir tíma þess að þú kannski keypt bíó með á netinu að þá stundum ef það var eitthvað svona eins og Lord of the Rings man þá var þetta stóð maður í en þú veist, það var bara, þú þurftir af því þú varst að fara í en, ég get ekki ég man sko, ert þú Black Friday ykkur? Ekkert þannig síðan nei. Ég hef einu sinni farið í búð á Black Friday og það var ekkert þess að kaupa það var af því að uppþáttuvelum var biluð og ég þurfti að fara að sækja það á Black Friday og ég bara eitthvað hvernig nenni þessu þú veist, og ég var ekki eins og kaupa ég þurfti að bíða í svona 40 mínútur lengur heldur en allt þessi hlutir á netinu á Black Friday tilboði ég hef keypt einmitt einn hlut á Black Friday og ég gerði það bara á netinu og svo bara sótti ég það daginn eftir fólk vill fara í einhvern hasar já, ég held að enn alltaf fólk sem er svona extrovertar og eitthvað svona, það sækist í þetta er ekki fyrir introverta nei, þetta er ekki fyrir einmitt litlu finnustrákana tvær litla brandarínur já, þetta er alls ekki fyrir brandarínunar
Þetta, já, það ég menna sumum bara fá eitthvað svona kikk út af þessu að það verið einhverjum röðum. En ég elska að vera í röðum. Ef það röð út á liveshowið okkar, ekki labba burt, standir, við styðjum þá röð. Já, þá tengjum við. Herðu. Vá, þið í röð að kaupa miða á sýningur okkar? Nei, bara klósettið. Já, klósettið. Við vorum bara að fá kaffi, við heyrum að þið var að byrja, við erum að röð út, við erum komast í burtu frá stífluður, við erum búin að standa inn í klukkutíma. Herðu, það atburðir 1987, 14. apríl, flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli var vígð. Já. Manstu eftir fiskir sem fórst á ekki bara Keflavíkurflugvelli, heldur á flugstöð Leifs Eiríkssonar? Ég man eftir að farið, þú veist, sem krakki, sko, og hvað þau breyst rosalega mikið og já, en ég man ekkert hvernig endilega hvað fyrsta skipti, sko. Eitt sem ég skil ekki, not to get political, nei, þetta alls ekki þannig, en eitt sem ég skil ekki, og það með flugstöðvar. Af hverju lokunartími á veitingastöðum og þannig á flugstöð? Það traffík allan sólarhringinn. Akkurat. Af hverju má ég ekki fá mér hamborgara eða whatever og júsu eða eitthvað, ég bara nefna, þú veist, einhver stað, af því klukkur 10 á kvöldi, eða þú veist, það flugvélar að fljúga fram og tilbaka allan sólarhringinn. Ætti að vera 24/7. Síðast ég fór til útlandæmi, þá, þú veist, var flugið okkar miðnætti eða whatever, þannig við komum klukkan 10 og það bara, já, sorry, það eitt staður opinn, það loka, bara ha? Já, mjög skrítið. Ég skil ekki, ég mun aldrei skilja þessa pælingu, en og þess vegna ég að bjóða mig fram sem Þú ætlar að opna stað Já, ég ætla að opna Þú standaði vaktina 24/7. Ég ætla að opna tónabúð í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Viltu samlokku klukkan 4 um nóttina og ég bara svona smyrja Þú rosa heimilisleg mæti með bara við degi samlokku grill Já, á bara náttbuxunum Já Heima hjá tónabúðin, já. Viltu 2 sneiðar ost eða eina? Höfum það 2. Ég myndi fara alltaf ég myndi köpa mér miða og ég var ekki eins og fara neitt. Það er að komast inn í tónabúð. Mér langar svo í samloku og tóna. Ég hefur endið því að finna ekki brottfaraspjaldið þitt. Þú ætlar í ykkur svona búðu eða eitthvað og vera bara, oh my god, ég geti ekki og svo bara eitthvað, þetta er í símanum alveg rétt við búum í framtíðinni ég var að gleyma því Þetta var algjörlega tilgangst að ég fekk þetta brottfararspjald yfir höfuð Nákvæmlega Herru, 25. apríl, alþingiskosningar voru haldnar, þær fyrstu samkvæmt nýjum kosningalögum sem var ætlað að jafna hlut flokka með uppbótar þingmönnum þrátt fyrir misvægi atkvæða eftir kjördæfum. Svoleiðis. 9. maí. Let's keep on going. Johnny Logan sigraði söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðvar með laginu Hold Me Now. Já, var það fyrsti sigurinn hans? Ég reyndar fatta ekki að tjekka hann er svo sem við unnið oftast Já, einmitt, ég tók því sem að væri ekki fyrsta þetta væri bara the first, nei, það var 1980 sko. Já hann er bara N1 sigurinn Já, hann er eitthvað, því sendið þetta verið postið byggarinn, ég ennist ekki það er mattlokk í sjónvarpinu Herði, hann er unnið 3 What's Another Year viðeigandi nafn þú vannst þetta árið What's Another Year maður Hold Me Now 87 sem það sem við að tala og sem lagahöfundur 92 fyrir Why Me með Lindu Martin það er svoleiðis ykkur hlutu vegna á bróðum minn Ívar bróðum minn mynda sér að sitja í kjöldinu og Johnny Logan síðan hvenar, eða þú veist síðan bara mjög langt síðan sko en það sem var fyrst var hann barn, var hann úlingur, var hann fullar maður þeir voru báðir fullar maður ok það er gott
Já, meina bara Fá til þess að senda, við getum sett á Instagram Já, það hlýtur að einhvers staðar Halla Margrét tók þátt fyrir hönd Íslands með laginu Hægt og hljótt og endaði í 16. sæti. Já. 7. júní 10. Keflavíkurgangan á vegum herstöðva andstæðinga var gengin frá hliði herstöðunar til Reykjavíkur. Áætlað var að á 2.000 manns hafi verið á útifundinum á Lækjartorgi í göngulok. Mjög flott tala, impressive alltaf, samt 1/20 af þeim sem mættu í kringluna. Já, ég ætla að segja, þetta er eitthvað kringlutölur. Þetta er heldur betur eitthvað kringluna og ekki heldur, þetta sé nokkuð dagatalstölur. Nei, ekki bróð í nokkuð tölunar. 12. júní, Ronald Reagan hélt fræga ræðu í Vestur-Berlín þar sem hann sagði meðal annars Ich bin ein Berliner, já. Mr. Gorbachev Tear that wall down. Já, heldur 29. nóvember Þetta var Kennedy sem sagði hitt sko. Já, ég veit Og hann sagði ekki svo, þú veist, þetta var bara djók við þeir sem er rosalega brjála Ég er bara djóka, skilur ég, þetta er bara djók Hann sagði ekki, ég bin henni kleine mel 29. nóvember félagið Ísland-Palestína var stofnað Í dag eru 1400 félagsmenn í félaginu Það er svoleiðis Flott tala, enga kringlutölur en satt sem Alltaf miða við enga kringlutölur og talandi 8. desember talandi Ísland-Palestína, ekki kringluna Já 8. desember, fyrsta palestínska uppreisnin gegn hernámi Ísraelshers á Vesturbakkanum og Gazaströndinu hófst og í kjölfarið var Hamas stofnað Ok, 87 Þú hefur verið 4 ára Já 4 ára 9. desember Bingo Hvert ætlaði að fara með þetta? Ég var svag hvort það fyndi á þér Þú ekki segja, nú eru breytt í tíma There's a disturbance in the force Já, þú vaknaður upp í aftursætinu Hvað er að gera Fyrir þú sagði Hamas og það hvað er þetta að segja 9. desember Windows 2 kom út meðal nýjunga var að gluggar gátu náð yfir hvern annan Wow Pældi því What a window Herðu, það er Kæri Tótó okay. og það er stutt og laggott okay. Þetta árið Kæri Tótó, ætlarðu að taka slátur? Ég er búin að taka slátur 2 í dag að þú skilur hvað ég meina Það er gott, þetta var svarað sem við vildum Kvikmyndir 15. maí kom John Travolta til Íslands á samt Fríðu Föruneyti á sinni engarellu Hawker Siddeley HS25 Hog Tour og var heimsóknin millilending frá Cannes til Bandaríkjanna og hann ætlaði bara rétt að How do you like Iceland, Mr. Travolta? Ég las viðtal einmitt við hann á flugvellinum og hann segir mér, þú veist okkur varst að koma, náttúrulega er það gullfællu konu, hann eitthvað, við þurftum að millilenda til þess að sofa og fylla bensín skilur og það er eitthvað, já og hvað er planað hann eitthvað, við tökum eitt rúnt og fyrir svo alltaf að kíka Gullfoss að Geysa hann eitthvað, hann alltaf hefur ekki hugmynd hvað það er að hvar það er og hann eitthvað, við gerum það sem við getum Er einhver sæti strákarinn? Hann að vísu sagðist hafa heyrt frá einhverjum heimildum líklegast frá bara Mr. Sam Bioin að það hefur verið góð aðsókn á Saturday Night Live hann hefndi það sérstaklega á Íslandi þar að segja Já, vissi það Hann verður stoltur af því kallinn Já Hann did more people come to my film or went to Greenland which had more people Saturday Night Fever bæði ég sagði Saturday Night Live Já. Þannig að fólk brjálast Saturday Night Fever Þú segir oft eitthvað svona tóma vittur það er öllum fyrst að bara krútlegt En to be fair, þetta er mjög líkt þú veist Já Herðu, það er komið Bara þú segir vittlust Ég sagði aldrei neitt Það er komið að því 1987 Movie Quiz Extravaganza Quote Edition með einni eftirhermu Kemur í ljós hversu eftirherma verður Þið er búin að hefða til Regan Já, ég er að segja ég verð með Já, nú þú Þú var að neyða mig eitthvað
Nú er ég á spenntur maður. I'm too old for this shit. Þetta sagði hinn 41 skamlinn. Hann var eitthvað svona 41. Já, hann var það. Þetta er Lethal Weapon. Þetta var rapparinn Donald Glover. Good morning Vietnam. Robbie Williams. Í myndinni Good morning Vietnam. We ain't found shit. Spaceballs. Þetta finnast að setning. Það það. Og delivery og timing. Ég er ekki sem grínast. Það er ekkit svo langt sem ég var að hugsa að fá mig tattoo. Já. Bara með þú veist, þessu og bara we ain't found shit. Með þá mynda af honum þú veist bara köppunum með bara texta bara. Nei, gaurinn með þú veist bara svona séð langt frá. Bara tveir gaurar að halda á greiðu. Comb the desert. Og svo bara we ain't found shit. Ég sá mér þess að myndband, þetta er ekki langt síðan, þá var hann að setja inn sjálfur eða eitthvað, þetta gaurið sem lék sem sagði þetta. Ég fatt ekki hvað þetta var fyrst, af því að hann og hann var eitthvað, byrjaði eitthvað að segja, ég hef leikið í 46 eitthvað Broadway þú veist eitthvað, hann er eitthvað svona leikhús þú veist, og hann bara mjög impressive feril hann er eitthvað, en eina sem að we ain't found shit og hann segir þetta og ég bara, já þetta er hann Já, en var hann ekki bara ánægð með það? Var hann að biðja fólk að bara reyna að hætta þessu hann var náttúrulega að gera eitthvað svona smá grína en hann er greinilega búin að eiga mikinn og glæsilega fyrir en þetta er bara þú tópar þetta ekki ein lína, basically Welcome to primetime, bitch þetta á ég þekkja maður Þetta er hryllingsmynd Já Er þetta Freddy Krueger? Þetta er Freddy Krueger í Nightmare on Elm Street 3 Hvenær kom hann, var það Johnny Depp? Nei, hver var það? Nei, Johnny Depp var í fyrstu og þetta er, þriðja gerist á svona á geðveikahæli og hann segir þetta við einn karakterinn og dreipar hann með því að tróðinni inn í sjónvarpi eitthvað, þú veist, og segja, welcome to Trump Herri, hér kemur eftir hann Go, get to the chopper Því ég náðu sér ekki alveg ekki að þetta er gert þetta aftur Go, get to the chopper Þetta var örugglega versta Arnold Schwarzenegger eftir þeim sem ég heyrði á ævi minni Hvað var þetta? Hvað var þetta? En já Þetta var, úr hvaða mynd? Þetta er var það Total Recall? Nei, hvað Get to the Chopper Þetta er Predator Þetta er Predator, já, þetta See this is a hairy chest You want one of these? Og ég get sagt þér að þetta var vinsalasta og tekjuhæsta mynd þess árs 1987 Er það Tom Hanks? Nei En þetta væri svona mynd sem Tom Hanks myndi leika í, sko. Ég held að þetta væri Big eða eitthvað. Nei, en þetta er, Þetta eru 3 leikarar. 3 Men and a Baby. 3 Men and a Baby, heldur betur. Hver sagði þetta? Það hlýtur að Tom Selleck. Já, minna það, já. Það ekki? Jú. Svolítið, hann er loðinn. Já, með flott mústas. Mústas. Ég mæli bara, ég mæli hvort ég eitthvað sem sýndir það, en kíkið á YouTube Craig Ferguson Best Clip Ever ég ætla ekki að spoila, en hann basically hann í þættinum og hann er frá Tom Selleck sem guest og hann er í nýju þáttum eitthvað, nýju mynd og við skulum horfa á klippu og það kemur klipp á myndinni það sem gerist ekki shit og svo bara kötta yfir og hana á Craig Ferguson í kasti og bara this is the best clip I've ever seen in my life I gotta watch that that's the best clip I've ever seen oh my lord it's got everything karate bombs going on
hann við einhvern tjörn með hundi sig og hann kastar einhvern svona beini eitthvað 100 fyrir eldir og svo bara svona close-up á honum og svo bara búið já, ég verð að sjá svona mynd strax völdu þetta af öllu til að sína hvað þessi myndi og það er ekki að þetta ég er ekki tjekka þessu já, ég mæli við því herru, loka kótið I like me, my wife likes me, my customers like me, cause I'm the real article. What you see is what you get. Yeah, John Candy. John Candy, planes, trains and automobiles. Yes. Búin að sjá heimildamyndina? Nei, hún var alltaf bara að koma út, ég er á leiðin. Ertu búin að hana? Já. Okay. Hún heitir einmitt bara I like me. Já, ég veit. Er hún góð? Já, hún er svona... hún snerti hjartastrengi já, ég trúi því hann alltaf var þannig típa já, það þóttu öllum væntum hann varstu búin að sjá, ég man og spurður undan þá stækjum og ertu búin að sjá Eddie Murphy heimildamyndina? Já, ég var að horfa á hana bara og er hún góð líka? Já, margt, mjög skemmtilegt þarf að tjekka báðum er Eddie Murphy á Netflix? Nei, hvað er Eddie? Já, ok, tjekka báðum herðu, tónlist Því merkilega atburður gerðist í tónlist 1987 meðal annars 3. janúar Aretha Franklin var fyrsta konan sem fekk inngöngu í frægðarhöll rocksins Rock and Roll Hall of Fame fyrsta 87 7. júlí sænska rockljóðsveitin Europe hélt vel sótta tónleika í Laugardalshöll It's the final countdown Þú manst ekki eftir að mamma henn hafa farið eða eitthvað svona eitthvað Þú hafa verið pössun mjög ólíklegt að mamma Europe 24. október 2 af virtustu tónlistarblöðum í Bretlandi höfðu sigurmólana á forsíðu sinni og stuðlaði það að því að plata þeirra seldist í 1.000.000 eintökum Þannig að þetta var stórt ár fyrir Ísland og tónlist Það var ekki þetta ár örugglega kannski árið eftir ég verið 5 ára þá fórum við til Flórída yfir jólin en ég myndi aldrei í minningunum var þetta ekkert jólin af því það var þú veist heitt það var engin snjór og ég fór í Disney World og allt en sko það sem pabbi mann best úr þessari ferð hann segir mér þetta þú veist nokkur ár síðan hann segir mér þetta en ég myndi ekki eftir því að ég var bara 5 ára ég var örgulega farin að sofa en þá var hann að horfa á hérna kúluna falla á Times Square á áramótunum og hver heldur að vera að spila það voru Sigurmólar það var svona bara þú veist 87 og eitthvað íslenska hljómsveit í bandaríska sjónvarpinu spila þú veist þegar þú veist á Times Square þetta var náttúrulega bara þjóðarstoltum bara, þú veist einmitt og líka, þú veist, að þú hugsar í dag jú, það væri geggjað, en í dag höfum við, þú veist, það er Kalljó of Monsters Men, náttúrulega Björk sig, þú veist, við höfum séð þetta, en þetta er náttúrulega svona fyrsta í raun og veru já, bara, þú veist, bara ótrúlegt að upplega bara Íslendingar, skilur eins og við erum, skilur já, nákvæmlega en lög sem voru vinsæl þetta árið Walk Like an Egyptian með The Bengals I Wanna Dance With Somebody when he was I Wanna Dance With Somebody Nothing's Gonna Stop Us Now La Bamba La Bamba With or Without You I still haven't found what I'm looking for eitt finnast að mím sem ég séð Bono að mynda á hann að sem hann á strönd hann er út í sjó og er svona halvur út í sjónum og hérna og hann er svona að laga eitthvað lilla mann þú veist hann er með hendina í stuðbjöksunum eða sumbjöksunum og er að laga lilla mann og það sendur bara I still haven't found what ég ekki sé þetta fann ekki lilla mann það er ekki mikið til að gleða mig Nei, þetta er samt, já og La Isla Bonita með Madonna samkvæmt vinsældavali æskunar fóru Greifarnir hljómsveit ársins Dögun með Bubba, plata ársins og Aldrei fór ég suður lag ársins
Erlend söngvar ársins var Whitney Houston en erlendi söngvar ársins var 87, Michael Jackson Morten Harket úr A.H. ok En Michael Jackson var, minnum við, popstjarna ársins Lag ársins var You Got The Look með Prince og plata ársins La Bamba með Los Lobos Það svo lis Mér kemur mjög óvart að You Got The Look hafa verið lag hjá æskun eða þú veist, en frábært lag eða þú veist, og ég hef ekkert á móti ég var hefði örugglega kosið það líka en bara það hafi verið svona vinsælt á Íslandi og sérstaklega með mér stað kemur óvart. Herðu, sjónvarpsþættir sem hófust árið 1987 get ég nefnt, þætti eins og Á tali hjá Hemma Hemma Gunn The Bold and the Beautiful þeir sköllóttu þeir fallu ef þú vilt góða skemmtun nú er ég bara að tala við hlustendur og þig og bara hvað sem ef þú ert í útlöndum, sama hvar það er bókstaflega sama hvar það er og þú veist eitthvað jamin eða eitthvað og þú hittir hópa fólki segðu þeim að ekki aðeins að Bold and the Beautiful sýnt á Íslandi heldur var það vinsælt að þegar að einn daginn var hoppað nokkur ár til þess að catch up og það var forsíðu frétt dagblöðinu og fólk var brjálað og sjáðu viðbröðin hjá fólki þeir eru bara eitthvað what the fuck hvað er að ykkur herðu Full House en Erik ennþá að giftast eitthvað Erik og Brooke hver er staðan á þeim? Ég veit, Bold and Beautiful er það í gangi það er þess að, við þurfum að tjekka sko það var eitthvað myndband sem hann var að fara yfir það er að finna sig í en síðan sko þá var eitthvað og svo geti þessi og þá geti þessi og svo geti hún hana og svo skilja þau sko Brooke og hann hérna hvað, ég var að segja nafna á hann Erik, já þú veist, þau gifti sig örugglega svona 30 sinnum og svo giftist hún alltaf pappans svona 7 sinnum og svo giftist hún bróður hans eitthvað nokkru sinnum og svo þú veist bara ein kona búin að gifta svona 100 sinnum á eitthvað, þú veist, og þetta var bara og svo giftist það fara yfir allan tengingarna þetta var bara og örugglega einhvern tímann gifst undir dulnefni búið að fara í lítrargerð og þegar halda þetta sé og minnisleis og giftið seni sínum og herðu ekki aðeins sem Bold and Beautiful en það í gangi heldur það er búið að renewa til sko 2028 þannig að og búið að vera í gangi, einmitt síðan 87 þannig að þetta er lifir eilíft það lítur að vera eitthvað svona heimasíða ourericandbrooke.together.com ég ætla bara að googla Are Eric and Brooke together No, Eric Forrest and Brooke Logan are not currently together hvernig ætlaðu átt að sjá þessu They are ex-spouses who are co-parents and good friends já, ég gott að heyra þetta stendur svona eins og þetta sé alvöru fólk þú veist, they have been married twice but are not romantically involved now giftast tvís og það já, svo var sko hvað heit svona Rich og eitthvað þetta er alveg herðu, Full House einmitt hérna oh my god, hvað stólu úr með lagið eitt frægasta þímsókið hérna herðu, Married with Children já Love and Marriage frábærir þættir allavega þú veist, voru það því voru að horfa á 10-11 ára gamall skilur, ég veit ekki hvernig og Teenage Mutant Ninja Turtles, varstu Turtles gaur? Var ég? Obsessed ok, ég trúi því, þú ert akkurat í einmitt aldrinum já, og ég var þú veist á þessum aldri, ég og vinir mínu vorum að fara í holræsi og við erum til þess að það var loka fyrir holræsi það var komið í fréttunum og allt sko what, af hvernig ekki fyrir að segja þetta ég þarf að leita þessu fyrir einhvern þátt ok, þú getur klift þetta eitthvað en googlaði bara eitthvað, þú veist, holræsi var alltaf að nafni eitthvað sagt nei, þú veist, það var ekki akkurat það skiptið, en þú veist það var hann eitt holræsi í Breiðholtinu, það svo var bara búin að
byrgja fyrir það. Manstu cirka hvað ár? Það hefur verið þarna eitthvað, kannski 90 eitthvað. Býtu? Já. 91. 91? Já. Stórhættulegt að leika sér í holræsum borgarinnar. Skjaldbökur leikir. Skjaldbökur lokkuðu börn í holræsi. Lögreglan sótti unga drengi í skjaldbökuleik upp úr 2 holræsum í Reykjavík í fyrrakvöld. Þetta kom fram í frétt Morgunblaðsins í júní árið 1991. Slíkt æði greipum sig skjaldbökurnar 4 rottan, lærimeisti þeirra birtust á hvítatjaldinu að vara þurfti foreldrar við holræsaferðum barna. Wow. Káabunga, sagði hinn sagnfræðingur. Já. Þannig að, og ert þú ekkert, varstu ekkert þegar þú varst úlingur eða eitthvað svona, varstu rúndinu með eitthvað skvísu og þið keyrðu fram í ára sem þú varstu ekkert eitthvað, veist af hverju. Búin að berga fyrir hér. Já. Ég lendi einu sníði að... Það er svona dalur fyrir neðan í hérna Ölsaskóla. Já. Það var þar. Okay. Það er svona lækur, lítill lækur. Já. Og holræsi var svona, þú veist, þú gæst labbað inn í það, sko. Og svo leiti það eitthvað lengst inn og það fór eitthvað, og þarna voru trókur og vera turtles. Vera turtles. Hver varst turtles? Hver varst þú? Herði, varstu Leonardo? Mér minnir að ég verið hérna Appsynugulli, hérna Michelangelo, ég held ég. Ég held að hann var svona finningur. Já. Þá vildi ég vera hann. Ég vildi ekki vera eitthvað cool. Nei. Ég vildi vera finningur. Wow, já, þetta er alltaf lærir maður eitthvað nýtt. Já, passa sig ekki fara í holræsi. Nei, einmitt. Þetta var alveg, já, frekar hættulegt. Það er ekki að enda illa. Heldur betur. Ég lendi einu sinni í því, eða þú veist, ég var að taka leigubíl á nótt til og var að keyra upp, þetta var bjóð hérna í bökkunum og var að keyra, þú veist, upp hérna til þess að fara, það sem fer til þess að fara í grafu eða whatever. Og leigubílstjórinn var að keyra þar og hann segi við mig að hann sé ástæðan fyrir því að það er stöðvunarskylda. Og ég eitthvað svona, takk fyrir það er það sem ég vildi heyra í Hlefsum mér bara úr hérna. Herði, já, og tíðansmöndur nefnt. Fyrsti þáttur Spaugstofunnar var sýndur í Ríkissjónvarpinu 4 alls það árið. Já. Og teiknimyndaþættinni Simpsons hófu göngu sína í The Tracy Ullman Show. Þannig að þetta er ekki þegar The Simpsons byrja sem The Simpsons heldur. Nei, það voru með lítil innslög. Já, svona sketsar eða þú veist, já. Sem að einhvern veginn, ég hef séð brot en ég hef aldrei svona lagt í að horfa á allt. Nei, maður er bara séð mitt, já. Þetta er líka, Simpsons, þú veist, það er alveg sjokk að horfa á fyrsta þáttinn, þú veist, versus... Já, ég er náttúrulega allt öðruvísi. Já, og raddinar allt öðruvísi og svona, það er svona að finna sig, sko. Já. Herðu, það eru dánafregnir. Mér líður alltaf eins og ég sé bara með hérna Total Request Live bara dánafregnirnar fólk biður 4. febrúar Liberace, bandarísku skemmtikraftur dó, 87. 22. febrúar Andy Warhol, bandarísku listamaður, dó líka. Ég var á listnámsbraut og þar vorum við með meðal annars einn kennara sem var mikill Andy Warhol maður, sko, sýndi okkur margt sem að sérstaklega svona, þú veist, ekki bara málverk, heldur sýndi okkur líka mikið svona vídeolistinni sem hann gerði. Já. Og það var boring. Já, það ekki. Nei, en alltaf mikið af því er viljandi, þú veist, þegar við erum að tala með þetta, sko, og samt deyr 87, þetta er 60, eða það verður svona experimenta. Já. Hluti sem okkur finnst gett eðlilegir af því við erum með YouTube og allt þetta og af því þau ekki, en þarna var bara, þú veist, það var ein myndin sem var bara basically eins og öryggismyndavel bara á einu rými og þú veist bara að horfa á fólk, þú veist, alltaf þeim tíma þá bara mind-blowing, skilur. Já. En þau voru 16 ára, skilur, í tíma og ég ætla að sýna ykkur hérna fólk að standa. 14. maí, Rita Hayworth, bandarísleikona, 20. júní, Fred Astaire, bandarísku dansar og leikari. Þú tókst aldrei Fred Astaire tímabil eins og Turtles tímabil? Ég hef alveg dótt í að svona YouTube-a Já svona
Hann alltaf var svagalegur, mjög flottur. 17. ágúst, Rudolf Hess varamaður Adolf Hitlers í Þýskalandi nasismans. Ástæðan fyrir hefði þetta vegna þess að við náttúrulega hrækjum á gröf hans, þetta ekki til þess en bara þess að minna á 87 hann að deyja, þú veist, þetta er allt mjög nýlegt þegar manni hugsaður þetta sé svo langt í burtu, en þarna varamaður Adolf Hitlers, Rudolf Hess, bara að deyja. Og 24. desember Rudolf Hess? Hvað hann héti? Rudolf Hess, hann var kallaður í jólabóðum og svona, var að kallaður Rudolf. Já, nú er Rudolf Hess þegar hann komið smá í glas komið reykt nefn á og 24. desember Ragnar H. Ragnar íslenskt tónskáld. Sem bæði merkilegt og þú veist ekkert en líka bara ég vildi ekki enda á Rudolf Hess. Nei, hann ekki hress með það. Herðu, þetta var árið 1987. What a year. Þetta var, já, ég myndi segja þetta var fínast ár, það var mikið sérstaklega með í íslensk samfélagi, þú veist, þarna eins og þú veist, þetta upp að Hveragerði, Mosó, Kringlunni, sjónvarp á 50 RÚV, þú veist, 50 krónar, mikla breytingar, Flugstöð, Leif Eiríksson, þetta rosalegt ár, íslensku, það sem við, mikið upphafsár, Spaugstofan, þú veist, þetta John Travolta lendir, það, þú veist, fyrstu svona Íslandsvinur sem kom ekki Nei, ég meina, sko, í dag nú aftur, fyrir yngra fólki við náttúrulega fáum svo mikið af erlendu bæði ferðamönnum þá er ég tala þú veist, celebrities sem komast að vera menn og líka náttúrulega það að vera að taka upp alls konar myndir og eitthvað en sko, það er ekkert langt síðan, það er bara 20 ára eitthvað, manstu þegar að Will Smith einmitt millilendi og það var bara í sjónvarpsfréttum það var bara, Will Smith á landinu og hvað er hann Laugaveginn? Nei, hann bara að millilenda Herðu, live from Keflavík Will Smith og hann bitslaði alla Herðu, við minnum á live show 21. desember miðar á tix.is mikið væri gaman að sjá okkur heldur betur þetta er miklu skemmtilega þegar fólk er á svæðinu þannig við þurfum við vitum það eru margir að hlusta á okkur já og væri gaman að hitta ykkur og hérna fá okkur í salin já, heldur betur og hlæja með okkur og segja bless við árið nákvæmlega en ég heiti Tóni Siggi Tóni á TikTok og Instagram og öllu því, þú heitir Þórhallur og Tórhallur 83 á samfélagsmiðlum við heyrumst eftir viku og Guð veri með ykkur bless